að því að við erum nú svona sömu átt, svona pólitískt, ég og Ólafur Ragnar, að þá finnst mér svo skrítið og ég finn eiginlega fyrir sorg yfir því að við deilum ekki þeirri sýn að þetta sé vandamál, að þetta sé rót þessa stuðnings við populisma og Trump. Þú veist, og það kannski þess vegna sem að ég sem einhvern veginn hægri sinnaður kapitalisti, þú veist, að reyna að setja ykkur svona umræðu á dagskrá, vegna þess að við tökum ekki á því. Hvernig brýst það út, sko? Hvað kemur þá í staðinn? Þá verður bara komið einhver stemming fyrir bara einhverjum byltingum, sko, sem að geta síðan bara fengið, þú veist, slíkan stuðning að mínu mati við töpum öll, sko, þótt þeir sem að vilja sjá þá byltingu verða veruleika, þú veist, hlakki kannski bara til, sko. Þannig að maður finnur, þú veist, ég finn til ábyrgðar út af því, sko. Ég eftir að hitta þann Íslending sem til í að sleppa alveg sumarfríinu sínu, niður í kannski 1-2 vikur, eða fara með fæðingarorlofi niður í 2 vikur, til þess að hagvöxturinn verði eins og í Bandaríkjunum. Komið sæl og velkomin á Flekaskil. Ég heiti Dagur B. Eggertsson. Ég heiti Þórdís Kolbrún. Og í dag ætlum að vera í deginum í dag að segja má. Við ætlum að tala heimsókn Trump til Kína. Við ætlum að tala hverju fóru með honum, hvað var sagt, hvað var ekki sagt. Og tæknirissana, ólígarkana, hinna nýju. Má segja það? Já, eða þú veist, það má kannski ekki, en við ætlum að gera það samt. Já, við ætlum líka að nefna Ólafur Ragnar sem var í athyglisverðu viðtali í öðru hlaðvarpi sem við erum þar með að fara að auglýsa. Í þætti númer 300, við erum hér að taka þátt númer 6, bara að segja. Já, nákvæmlega. En við ætlum svona kannski sérstaklega að staldra við svona orðum lýðræði annars vegar og eiginlega þá niðurstöðu hans að bandaríska hagkerfið og efnahagslífið eða svona þróun Bandaríkjanna síðustu 30 ár séu betri heldur en þróun Evrópu síðustu 30 ár. Sem dálítið áhugaverð umræða fyrir mig sem hægri mann að hlusta á hann sem vinstri mann lýsa þessu. En svo ætlum við að fylgja því líka eftir í næsta þætti. Já, ég held við getum slegið í förstu allavega ennþá að það ekki miklar fréttir svona sem höndafestir niðurstöður einhverja samninga eða annað slíkt. Trump nota stór orð en það kemur svona lítið frá kynverunum. Mér fannst eins vegar að því að ég er nýbúin að vera aðeins að fara yfir sagnfræði efni fyrir stúdentspróf í sagnfræði með syni mínum að þá fannst mér mjög Nördin nýtur sín í föðurhlutverkinu það var þá vísaði sí í Thukydides eða Thukydides gildruna og hvað það þetta sem Thukydides var sagnfræðingur fornaldar frá Aþenu og var að skrifa átök Aþeninga og Spartverja sem lentu eins og allir sem hafa tekið stúdentspróf í sagnfræði vita í styrjöld og styrjöldum og þessi gildra sem við hann er kennd það þegar það eitthvað stórveldi og annað ríki eða land eflið svo mikið að það hætta á einhvern veginn að hann ógni. Og það var prófessor við Harvard háskóla sem mun heita Graham Allison sem að setti fram þessa kenningu í samhengi Bandaríkjanna og Kína. Þetta var áður einhvern veginn komið inn í þeirra umræður og þetta gengur sem út á það og sí nefndi þetta í samhenginu að þeir þyrftu að koma í veg fyrir að lenda í þessari gildru og var þá að segja við þurfum að passa okkur og kannski þarf bara að nefna það sem að maður skynjar að þetta hvað Kína hefur verið að eflast að það auðvitað veldur titringi hernaðlega og svona út frá öryggismálum en auðvitað líka bara út frá efnahagsmálum og svona samkeppni og en svo veit maður bara ekki hvort að þessi fundur leysi úr því. Það sem að kannski voru væntingar var að Kínverjar myndu koma inn í það að leysa úr málum í Íran. Það er óljóst, allavega enn sem komið það var kannski verið að velta fyrir sig hvort það væru einhver svona
viðskiptasamningar eða eitthvað og svo eru þetta kannski svolítið stóra málið Tævan og Trump segir að Xi hafi spurt hann sérstaklega út í það hvort að Bandaríkin myndu verja Tævan og Trump segir við fjölmiðla sem spyrja hann út í þetta að hann hafi sagt ég ætla ekki að tala um það. Hann vilja ekki ræða það sem auðvitað svona spurning hvort að það stigsmunur eða eðlismunur á breytingu frá því að Bandaríkin séu til staðar ef að á reynir gagnvart Tævan sko. Já, en það dálítið góð spurning. Ég fór í smá grúsk vegna þess að mér fannst allt sem Bandaríkjamenn segja varandi Tævan svo óljóst og grúski leiddi það í ljós að það utanríkisstefna Bandaríkin að tala óljóst um Tævan. Já. Og þannig hefur það svolítið verið lengi ef við bara aðeins rifjum upp sko þessa forsögu að þessari stefna að þetta væri svona óljóst. Já, óljóst, en samt þannig það ekki að Tævan hefur staðið fyrir trú. Jú, mátt búast við en sko Tævan kemur eiginlega þannig til að þegar Mao gerir alþjóðubyltinguna að þá í raun flýr fyrrum stjórn í Kína til Tævan og heldur til þar og það Chiang Kai-shek sem að leiðir það og Bandaríkin og Sameinuðu þjóðirnar viðurkenna í raun stjórn hans sem stjórn Kína lengi vel að það í raun ekki fyrir en að sko Sameinuðu þjóðirnar 71 viðurkenna að í raun alþjóðlýðveldið sé hinn rétti fulltrúi Kína hjá Sameinuðu þjóðunum og án efa heilmikil saga bak við það sem að margir þekkja betur en ég og svo það þessi fræga sko heimsókn Nixon kannski undirlagi Kissinger sem var svona realisti í utanríkispólitík, hann var þá utanríkisráðherra 72 þar sem að Bandaríkin svona innsigla það að þau virði alþjóðlýðveldi Kína sem fulltrúa Kína og þá byrjar eiginlega, ég segi ekki vandræðagangur en hvað þá með Tævan og Bandaríkjamenn virðist með við það sem að ég kemst næst hafa í orði kveðinni verið með svona tekið undir með Kínverur að tala um svona One China stefnu og við tökum hérna undir það. Já, og Bandaríkin tala um One China policy og þá þeir í raun að viðurkenna alþjóðlýðveldi Kína en þeir hafa samt One China policy gengur út á það samt að Kína get ekki ráðist á Tævan sko. Já, að þú veist það verið að leysa úr því friðsamlega án þess að þeir viðurkenni fullveldi Tævan. Já. Og þaðan kemur þetta svo gera þeir hérna í raun höfðu gert þarna gagnkvæman varnarsamning sem eiginlega sagt upp í kringum 1980 og en Bandaríkjaþing býr til sérstök lög Tævan sem talar vopnasölu sem hefur haldið áfram og býr svona til einhverja umgjörð þessi samskipti án þess að ganga svo langt að viðurkenna sjálfstæði Tævan þannig að þarna kemur þetta hugtak sem að mér fannst svo áhugavert þegar ég komin í varnarmála hugsunina strategic ambiguity sem eiginlega ekki hægt að segja en þýðir eiginlega að þú segir eitt gerir annað en meina það samt. Já. Og þess vegna einhvern veginn þegar ég var búin að plægi gegnum þetta áttaði mig á því, já það kannski ekki skrítið að manni finnist þetta rugglingslegt þetta nú óvenju skýrt að þetta sé óljóst með við hvernig Trump talar og mér myndi ekki líða vel með það ef ég byggja Tævan. Nei, og ég held að þau séu bara alveg með áhyggjur af stöðunni svona núna og það sem mér finnst alltaf áhugavert í þessu líka sko þessi breyting sem verður þegar að núverandi stjórnvöld í Bandaríkjunum taka völdin og Elbits Kolby náttúrulega svolítið ráðandi þar vara stríðsmálaráðherra Bandaríkjana maður sem ég nú alveg hitt og Þú hefur nefnilega hitt hann. Já, og átt Getur ekki aðeins sagt okkur bara frá að því að
Þetta svona svolítið fyrirbæri Já. eða svona fyrirbæri. Er ekki pappans eitthvað svona mjög mikil kínahaukur? Jú, hann skrifaði bók sem að ég nú með upp í bókahöllu hjá mér, ég man ekki nákvæmlega hvað hann heitir ákvarðat núna, en við getum mögulega nefnt það í næsta þætti og er mjög áhugaverð því að hann skrifar alveg út hvað hann er að hugsa, en það sem var áhugavert í því samtali á sem að kannski fara upp djúpt í það var bara þessi sýn Kína og hlutverk og ábyrgð og mat hans og þá núna í raun ef einhver getur umverulega sagt hver stefna Bandaríkin er gagnvart Kína þá var ég mjög til í heyra hana því mér finnst það líka eitt og sér bara alveg ennþá svolítið óljóst en að hans mat er hún nokkuð skýr ef hann einn fengi að ráða og svona samhengi við sko Rússland og stríð Rússa í Úkraínu að þú veist það sé bara eitthvað fyrir Evrópu til þess að eiga við Bandaríkin þú veist eigi raunin ekkit að vera einhvern veginn involveruð í það vegna þess að þau þurfa á öllu sínu að halda gagnvart Kína og í því samhengi finnst mér svo áhugavert hvernig talsmátin er núna gagnvart Tævan sko ef að Kína er aðalatrið fyrir Bandaríkjamenn til þess að sko svona hafi röð og einhvern veginn að passa og veri í ykkur sambandi sem að þú veist gagnast Bandaríkjunum og eitthvað að vera þá með þennan talsmáta gagnvart Tævan finnst mér dálítið skrítið sko þú veist, þannig að ég eiginlega og bara fylgjast með hvernig Trump er að tala til Xi Jinping sko, ég meina það er meir en blæbrigða munur og því hvernig hann talar til hans heldur en hann talar til þjóðarleiðtoga nánustu bandamanna Bandaríkjanna í heila mannsæfi sko það er alveg það er eftirtektavert svo ekki sem er að sagt sko þannig að þetta er já en mér hefur fundist þetta líka bara svona aðeins sem maður horfir bara á NATO-textana að þá er alveg skýrt að Rússland er skilgreint sem ógn já, helsta, mesta en Kína er ekki skilgreint sem ógn heldur sem samkeppnisaðili já og svo lestu þar sem að Kolbi og svona einhver af þeim skóla segja og þá er Kína meir en það er eiginlega orðin svona strategísk ógn og jáfnvel hernaðar ógn og þeir svona eru mjög fókuseraðar á hvað þeir eru að byggja sig upp varandi kjarnavopn en það hefur líka alveg komið skýrt fram eins og á leiðtogafundinum í Washington 2024 er það ekki sumarið sem var NATO-fundur að sko þar segir að Kína sé á ensku the biggest enabler í stríði Rússlands í Úkraínu. Þar segja þú veist þeir selja þeim svo mikið af dóti sem að hefur tvöfalt nótagildi að þeir eru raunist svona stærsti einstaki leikandinn í að gera Rússum kleift að halda áfram hérna stríði sínu inn í Úkraínu. Og sumir innan Bandaríkjastjórnar hefðu notað sterkari orð. Já, ég meina þetta er málamiðlun sko. En ég var eitthvað að reyna að kíkja á gestalistan eða listan yfir þá sem að Trump tók með sér. Ég sá ekki Kolbi þar. Nei. Eða hvað? Nei, nú bara það er örugglega rétt hér. Ég veit það ekki. Nei, en Rubio sem er utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi, hann er náttúrulega líka þekktur fyrir að vera býstna harður. Já. Og hann var komin á svartan lista á Kínverjum og þeir þurftu að breyta hvernig þið skrifuðu nafnið hans til þess að hleypa honum inn en samt ekki fella niður þessa ég sá það en ég sá líka viðtal við Rubio í hérna, flugvélina á leiðinni hérna yfir þar sem hann annars vegar svona, það verra sem hann sagði að því að ég andaði nú léttar þegar ég sá að hann yrði utanríkisráðherra Bandaríkjanna þar sem hann sagði sko Bandaríkin hafa auðvitað grætt mikið á því, nú er ég grætt mikið á því að á hérna Atlantsbandalaginu og veru okkar þar og hvernig við höfum leitað fyrst og fremst vegna aðgengi okkar að beisum í Evrópulöndum, þannig að ef Evrópulönd eru ekki að heimila okkur að gera það út þú veist, þá hefur það nú mikil þannig að mér varst hann svona vera dálítið að draga í land einhvern veginn bara með NATO í sjálfu sér sem er ekki góða fréttir
En hins vegar viðurkenndan sem ég fannst ágætt að sjá að styrk úkraínska hersins og það væri sterkasti her í Evrópu og áhugavert að þú veist, það kemur að því að menn þurfa líka viðurkenna hvað þeir hafa í raun fram yfir jafnvel Bandaríkin sjálf sko, sem að þeir kannski viðurkenna ekki með glöðu geði en þurfa á endanum að gera. En já, hann fór og svo náttúrulega þessir tech bros, þeir voru nú þessi teknirísar, þeir eru nú þarna með í sendinefndinni. Elon Musk grimmur að taka sjálfur og taka allt upp og röltar hann með sinni sínum og allt að gerast. Já, það eru þetta svolítið svona tákn. Þeir voru líka í fremstu röð þegar Trump var gerður að forseta eða svona samþyktur eða tóku embætti. Já, svarin inn í embætti er líklega íslenska orðið yfir það og hafa verið mjög fyrir þeirra miklir og maður átti einhvern veginn von á því, maður auðvitað veit að Tesla til dæmis sem er mjög mikil viðskipti og framleiðslu allavega hluta í Kína og kannski flest tæknifyrirtæki, maður bjóst við því að yrði tilkynnt einhverja stóra samninga en Kínverjarnir virðast að einhverju leyti hafa notað tækifæri til að segja að nei, við ætlum ekki að vera háð bandarískri tækni, við erum að þróa allt sem við þurfum á vegum Huawei og hvað þessi fyrirtæki heita. Þannig að sko einhverjir fjölmiðlar voru bara að svona skrifa þetta eins og Kína hafi verið að undirstrika í raun að þeir verið minna og minna háðir Bandaríkjunum í tengslu við þessa heimsókn að þið þurfi raun ekki neina sérstaka fyrirgreiðslu og og auðvitað á ríki eftir að setjast og maður á eftir að átta sig á þessu en algjörlega, mér finnst svona og ég segi það ekki að þeim mann langar þá sko en þú veist, með fyrirvarum að heimsókn er ekki lokið og maður eftir að sjá þú veist, niðurstöður og einhvern veginn afurðir af þessu, frá þessu að þá upplifir maður svolítið eins og það sé skýrari svona strategía að hálfu Kínverja og þetta er ég ekki að segja því að ég vil að það sé þannig sko en það birtist manni dálítið þannig því miður sko. Já, og einhvern veginn líður mann eins og Kínverjar hafa verið að undirbúa svolítið þetta tollastríð og þessi átök, þeir virðast að vera með bara eitthvað plan að því við vorum að tala choke points að þá nota þeir í raun sko ótrúlega sterkar stöðu sína gagnvart ákveðnum svona snefilefnum sem er kallað rare earth minerals sem eru notuð í alls konar hátækni framleiðslu og spila því bara út og í raun þannig ná að vinda ofan af þessum refsitollum og þessum háu tollum og í raun hafa svona bara smá saman sem er líka bara mjög umhugsunarvert þegar verið að senda út línur að þeir séu svona áreiðanlegur bandamaður sem standi vörð alþjóðalög og eitthvað svona sem að og hefur svona einhvern veginn verið að reyna að birtast sem einhver svona stabíl þáttakandi í öllum þessum látum sko og það er alveg dálítið áhugavert að reyna að einhvern veginn upplifa það og aftur sko það er ekki endilega góða fréttir að það sé kannski jafnvel hughrif mjög margra að það sé þannig sko. Nei, og í raun þessar fréttir hafa komið svolítið í staðinn fyrir sko fréttir sem voru kannski fyrir 2-3 árum þar sem var mjög mikið verið að tala bara öldrun kínversku þjóðarinnar, það var verið að tala óstöðuleika á fastegnamarkaði að svona einhverjar eignabólur væru að gera vart við sig og verið að tala svona einhver vandamál í kínversku efnaðaskerfi en núna er einhvern veginn virðist það bara virka stabilt með við ýmislegt sem að er í gangi og ég held því miður að við séum ekki búin að sjá það segir meira stöðuna þú veist, í heiminum heldur en það segir stöðuna í Kína sko, það veist, bara því miður þannig að svo við séum nú ávalt hérna á
jákvæðu nótunum. Já, við vorum náttúrulega búin að segja að stundum þetta að ræða alvöru mál af alvöru og höfum við að gera það. Mér er freistandi aðeins bara að fara dýpra í þetta varðandi tæknirisana og þessa örfá menn sem eiga ótrúlega mikið af auðæfum, ekki bara Bandaríkjanna heldur heimsins, eru mest sem sést hefur í sögu mannkins. Já, langríkustu menn í sögu mannkins og eru núna hafa kannski alltaf verið, þeir sem hafa verið ríkastu hverju sinna hafa verið nálægt valdinu, núna verðist vera bara algjörlega inn á gafli og flugvél Bandaríkjafórsta millilendinu í Alaska til þess að kippa einum upp sko, sem hafði ekki verið á gestalistanum sem er örflugu framlegandi NVIDIA ef ég kann að segja rétt frá þessu og það tengist eiginlega bara svona innanúrsmála því við hefum nú búin að lofa að tengja þetta alltaf við Ísland að tóka eftir því að í bara mjög skemmtilegu áhugaverðu viðtali sem Ólafur Ragnar Grímsson fyrirrandi forseti var í við hlaðvarpið Chess After Dark þannig að við liftum og öðrum hlaðvörpum Þeir eru búin með 300 þætti, bara halda eitt til hægt. Já, akkurat. Þetta er oxjætt. Ekki hræða mig. Og það var bæði mjög gaman að hlusta á hann tala norðurskautsmálin og hann sín á það, lofslagsmálin, allt of lítið talað lofslagsmál, við þurfum kannski að bæta lík úr því í okkar samtali, en mér fannst sko ég staldraði við svona einhvern veginn að því að svo fór hann að tala Evrópumálin og allt gott það, kannski þurfum við bara að taka það sérstaklega fyrir það því að hann var með svona 10 punkta sem honum fannst vera svona hvað kalla raun staðreyndir eða Já, realistinn sko Já, að ég held að veri bara áhugavert að taka það bara skipulega fyrir bara næsta þætti en svona grunn upplegið var eiginlega tvíþætt, annars vegar þá orðaða þannig eða svona einhvern veginn gerði lítið úr því að lýðræðið ætti sér sögu í Evrópu og að það stæði ekki traustum fótum og hann var þó að tala það í samingi við sko eiginlega Indland og Kína og já, væntanlega Bandaríkjun og alla aðra og mér finnst þetta svo augljóslega rámt og er ótrúlegt að einhver segi þetta og meini það sem að maður hafði nátt tilfinningu að hann væri að meina það því að bæði við skoðum söguna þá eru þetta fæðist lýðræðið í Grikklandi á torgunum þar í samtali fólks og með stjórnskipun og byltingunum í Frakklandi sem breytist út til Norður Ameríku og stjórnarskrátunar sem eru allar meira að minna skildar og þessar hugmyndur skiptingu valds og kosningar og svo kvenréttindi, þú veist, þetta er lýðræðishefð sem heimurinn á sameiginlega, sem á sannarlega rætur í Evrópu og ég sé engan annan á sviðinu núna en Evrópulöndin og Evrópusambandi sem er raunverulega að standa diggan vörðum þetta. Já, með, þú veist, samhliða öllum þeim vandamálum sem bæði lýðræðinu fylgja, þú veist, eins og auðvitað hefur margt verið sagt, skilur, ég meina það hefur sannlega sína galla, það bara er ekkert skára. Óviðkunnanlegt fólk getur jáfnvel komist til valda. Já, nákvæmlega. Og auðvitað bara þessi svona, hvað maður að segja, það kraumar auðvitað alveg undir niðri í mörgum, allnokkrum Evrópuríkjum, þú veist, raunverulegar áskoranir gagvart, þú veist, lýðræðinu, þannig að það er alveg eftir þú veist, það er alveg að taka þá umræðu en það er dálítið langt seilst að segja að ég meina þetta sprettur að segja að rætu lýðræði séu ekki djúpar í Evrópu hvar eru þar þá djúpar, segi ég nú bara og ég hef ágjör af því að það sé sótt að lýðræðinu bæði innan lýðræðisríkja en líka bara svona heimsögulega dæmi sem að Ólafur Ragnar nefndi var að tíma í síðari heimsstyrjöldinni hafi mjög stór hluti Evrópu verið hersetin af nasistum og fasistum og kommunistum sem tryði ekki á lýðræði
en sko ég held að megin sagan síðara heimsstyrjöldina sé einmitt það að fólk var tilbúið að berjast fyrir þessum gildum, var tilbúið að berjast fyrir frelsi sínu, var tilbúið að berjast fyrir lýðræðisskipulaginu. Það dó fyrir það. Já, og dó fyrir það, og þó það hafi tekið tíma í Austur-Evrópu og það sé ekki ennþá almennilega kannski búið að verða ofan á í löndum eins og Rússlandi, og þá finnst mér það ekki rök gegn Evrópu eða lýðræðisskipulagi Evrópu, heldur þvert á móti saga sem segir okkur að fólk tilbúið að berjast fyrir þessum gildum. Og þannig að þetta, ég bara svona ennþá aðeins hugsi yfir því einhvern veginn, hvernig hægt að leggja þetta svona upp í augljósum tilgangi einhvern veginn að gera lítið úr Evrópu sem í raun brjóstvörð þeirra gilda sem við trúum á og brjóstvörð þeirra samfélagsskipunar sem við trúum á. Og hérna... Forsætisráðherra Kanada er sammála því. Hann er það nefnilega og hann er evrópskur, svona, hann er bandamaður í þessu, finnst mér. Já, hann er það klárlega. Sko. Og náttúrulega, ég meina, Kanada er auðvitað það land utan Evrópu sem er einhvern veginn mest evróst af held ég bara öllum ríkjum í heiminum sem eru til í ekki Evrópu, sko. Já, ég tek bara alveg undir það og það eru... En síðan máli spyrja, sko, eitt af því sem maður hugsar, sko, þegar maður aftur, ef maður horfir á hvað úkraínskt samfélag og þú veist, bæði hérna herinn og það fólk sem að skrá sig í herinn, þú veist, konur og karlar og hérna, og hvað þau sína á hverjum degi, hvað þau eru tilbúin að berjast fyrir og hvað er þessi virða að berjast fyrir og hver er valkosturinn við það að gera það ekki, að þá getur maður alveg, þú veist, maður hefur auðvitað alveg áhyggjur af því þegar maður les bara svona sko þangagang og skoðanakannanir og þú veist, raunverulegan vilja Evrópuríkja, þar segja almennings, þú veist, í Evrópu, bara ef á reyndi sem að getur alveg verið að við stöndum einhvern tíma frammi fyrir, þú veist, á bara okkar, skilur, bara mögulega á næstu árum, þú veist, hvað myndi birtast okkur, skilur? Hvers, þú veist, er Evrópa, almenningur í Evrópu, þú veist, eru við tilbúin að verja það sem er okkur mikilvægast? Og þú veist, ég er ekki með svar við þeirri spurningu, en það er eitt af því sem er svo áhugavert að fylgjast með þessi gerjun einhvern veginn, þú veist, í hérna, bæði út í Evrópu en líka alveg í, þú veist, Bandaríkjunum og þú veist, víðar, bara allt sem, þú veist, það kraumar svo mikið, það er þessi, þú veist, það er svo mikil óvissa, það er einhvern veginn, það er alltaf breytast og þú veist, ég treysti mér ekki til þess að horfa í ykkur kúlu og segja eftir 5 ár þá liggur landið svona, þú veist, Evrópa verður á þessum stað, þú veist, leiðandi ríki Evrópu verða hérna, þeim verður stjórna af svona öflum, þú veist, Evrópusambandið verður hérna svona, Atlantshafsbandalagið verður svona, Sameinuðu þjóðirnar munu fúnkera svona eða ekki, þú veist, og svona aðrar álfur einhvern veginn, þú veist, bara hvað verður ofan á, sko, þú veist, hvaða heimsmynd, hvaða kerfi, þú veist, hvaða gildi og þú veist, og hversu langt förum við svona rangan veg áður en að við förum aftur, þú veist, og trillum saman einhvern veginn á hinn rétta eins og okkur tókst að gera, þú veist, eftir síðari heimstyrjöld eða aðra heimstyrjöld. Sko, eftir allt sem undan var gengið þá, sko. Já, ég er alveg sammálað þessum vangaveldum, en ég held að lýðræðisskipulagið sé það eina sem að einhvern veginn leiðréttir sig sjálf. Við getum verið sammálað það. Og bara nýja dæmi frá Ungverjalandi er bara dæmi það og meiri sé að suma daga líður mér eins og Farage sem ég finnst algjörlega glataður stjórnmálamaður í Bretlandi sem leiði núna þær í skoðanakonunum þyrfti bara einhvern veginn að fá að glíma við það þó maður hefði áhyggjur af hvað afleiðinga það geti haft vegna þess að hérna það sé hugsanlega eina leiðin til þess að eitthvað leiðrétti sig en þó er hann með þannig tengingar meðan þess við Rússland og svona að ég er ekki vissum að þú veist, einhvern veginn leið og ég segi þetta að þá líður mér eins og það sé Þú meinir það ekki Nei, þú veist, það er bara mjög mikil áhætta en hinnpunkturinn sem Ólafur En aftur er náttúrulega, þú veist, líður það náttúrulega líka þannig að fólk velur Já, og ég meina Bretar er ennþá að býta úr nálum með Brexit en ég var samt ekki rétt þeirra til þess að taka þá ákvörðun Algjörlega en
slakari ákvörðun að mínu mati hefur varla verið tekin í lýðræðisríki Evrópu bara áratugum saman og núna eru Bretar 60% eða meira samfærir það en það kemur kannski aðeins að hinu dæminu sem ég ætla að nefna úr þessu áhugaverða viðtali við Ólaf sem við ætlum að fjallum betur síðar að hann með kenningu hann segir að fyrir 30 árum hafi farið af stað tilraun að velja á milli því sem hann kallar frjálslyndisleiðin sem hann segir að hafi bæði verið farin að Bandaríkjunum og Kína í átt til hagvaxtar og hins vegar samræmingarleiðin sem hann segir að Evrópa hafi verið á. Í fyrsta lagi finnst mér alveg magnað að setja Bandaríkin og Kína á sama bekk þó að bæði eigi það sameiginlegt að það hafi verið umtalsverður hagvöxtur. Ég held að sé bara grundvallar önnur hagstjórn í Kína og Bandaríkjunum og bara allar lefa mig bara að vísa á bara mjög margt sem hefur verið skrifað og sagt það og þarf ekki að rökstyðja það, þannig að mér finnst það nú bara svona fyrstu villigöturnar en síðan sko finnst mér bara dálítið áhugavert að það sem Ólafur segir í næstu setningu að niðurstaðan liggur fyrir Evrópa tapaði og þar virðist hann vera að vísa til þess að hagvöxtur hefur verið heldur meiri í Bandaríkjunum á þessu 30 ára tímabili heldur minni í Evrópu en svo þegar við skoðum raunverulegan samanburð á þessum hagvexti og hvernig hann hefur verið skipt að þá einkennir það þetta hagvaxtarskeið í Bandaríkjunum að auðurinn sem hefur orðið til hefur fyrst og fremst farið í hendur efstu 10% í samfélaginu og sérstaklega efsta 1% eða 0,1% eins og stundum sagt. Þetta bara nánast bara teljandi á fingrum beggja handa einstaklingarnir sem hafa rakað að sér svo ótrúlegum auði og meðan ofboðslega stór hópur fólks í mjög mörgum fylkjum Bandaríkjanna býr við lakari lífskjör og sérstaklega nýjar kynslóðir eru með lakari tækifæri heldur en foreldrar þeirra, skóli og menntun er orðin ótrúlega dýr, heilbrigðisþjónusta ekki á færi margra og ameríski draumurinn, hann á ekki lengur lögheimili í Ameríku og að því að við erum nú svona sömu átt, svona pólitískt, ég og Ólafur Ragnar að þá finnst mér svo skrítið og ég finn eiginlega fyrir sorg yfir því að við deilum ekki þeirri sýn að þetta sé vandamál, að þetta sé rót þessa stuðnings við populisma og Trump sem að hlaða undir þennan ríkasta hluta Ameríku ennþá með skattalekkunum, alls konar ívilunum með því hvernig hann beitir sig gagnvart öðrum þjóðum og svo framvegis. Þetta í raun orðið svona, ég veit ekki hvað mér leyfist að segja, eitthvað svona ólígarki í Ameríku og ég held að það sé að grafa undan ameríska draumnum, lýðræðinu, reyni á allar stofnunum og við sjáum það í fréttum á hverjum einsta degi. Sko, Evrópa er ekki fullkomin. Þar er líka reynir á varðandi ójöfnuð og misskiptingu eigna alveg sérstaklega. Og kynslóðir sem að sjá ekki fram á að geta bætt stöðu sína. Já, Bretland gott dæmi það og ég held að það hafi líka verið hluti af ástæðinu fyrir Brexit, einhver svona óánægja sem hefur grafið sig, en það þarf ekki að skoða þetta mjög lengi til þess að sjá að hagvöxturinn sem sannarlega hefur verið mikill í Evrópu, sérstaklega þar sem að lönd hafa verið í Evrópusambandinu, sérstaklega þar sem að lönd hafa notið góðs af evru og lágum vöxtum, að afraksturinn af því hefur dreifst miklu sanngjarnar, ekki á fullkomin hátt, miklu sanngjarnar heldur en í Ameríku og ég meina í okkar hluta Evrópu, í Norðurlöndum, þar eru ennþá velferðarsamfélög, þar aðgangur að menntun, þar aðgangur að heilbrigðisþjónustu og helstu sérfræðingur ójöfnuð í heiminum segja að ameríski draumurinn sé núna þar í Danmörku og Skandinavíu þannig að sko ég held einhvern veginn að það er frábært að ræða Ameríku og Evrópu en að halda að dómurinn liggi fyrir og að ameríska leiðin hafi sigrað
mér finnst þetta já, eins og ég segi við þurfum bara að ræða þetta ennþá betur því að þarna set ég bara endalust margar spurningar og Paul Krugman, Nóbelsverðlauna hafi hagfræði, hefur verið að skrifa mikið þetta á síðustu mánuðum og bera saman og hann heldur því fram að hagvöxtur í Bandaríkjunum sé ekki meiri á mann ef þú tekur bara með af eðlilegu sumarfríi sem í Evrópu í raun og vinnutímafjölda og svona hlutum og það alveg gaman að fara yfir þetta við getum í seinni þætti en eins og heyrir þá bara springur hérna út á mér þér heiti hamsi og mér verður heiti hamsi bæði þannig erum við nefnilega að tala bara í hvernig samfélagi viljum við búa Nei, ég meina þetta efni í lengri umræðu sem við getum tekið í næsta þætti og ég held að sko það sé alls ekki hægt að koma með einhverju niðurstöðu eða dóm í því hvert Bandaríkin að stefna. Mér finnst það bara birtast okkur einasta degi að við vitum ekki hvar það endar. Þú veist að það sem að kraumar þar undir er bara ótrúlega margslungið, ótrúlega flókið, brostnar vonir, brostnar væntingar og alls konar. Í Evrópu síðan, þú veist, það er alveg hægt að segja, ég meina það eru þetta staða á milli landa sko mjög mismunandi, ég meina það eru þarna ríki sem að eru með hagvöxt sem að flokkast í lagi og svo eru ríki sem bara, þú veist, það sem hagvöxtur er ekki, þú veist, er ekki sjálfbært einhvern veginn og í ofunalega ef maður ber saman sko Evrópuríki sín í milli að þá eru þetta, ertu með þessa svona líffræðilegu þróun sem er raunverulegt vandamál í ákveðnum ríkjum, þú veist, við tökum bara Frakkland sem dæmi, það sem bara, þú veist bara ekki búin að fjármagna þá augljósu líffræðilegu þróun sem er bara að koma, sko, þetta er ekki eitthvað svona, þú veist, fyrir þar næstu kynslóð verður kannski vandamál að glíma við, þetta er bara að gerast á næstu árum og hvernig mun það, þú veist, brjótast út hjá fólki, sko, og þessi staða í ýmsum ríkjum líka þar sem að kynslóðin sem að núna er einhvern veginn að vaxa úr grasi og reyna að koma undir sig úr fótunum horfir á kynslóðinu fyrir ofan og hugsa bara býtu staða mín verður lakari en staða þeirra. Það er einhvern veginn, þú veist, að við höfum svona svolítið gengið að í vísu að þetta er alltaf malla í rétta átt, sko. Og það er kannski líka kynslóð sem að, þú veist, er svolítið að fylgja uppskriftinni sem þeim var sagt að myndi virka. Þú veist, þú bara skilar þínu, þú ferðu, þú veist, þú mennta þig og þú sækir ykkur að gráðu og þú veist, kemur þakka yfir höfuðið og svo bara virkar það ekki, sko. Og til viðbóta síðan, þú veist, samkeppnishæfni, Evrópu og regluvæðing og eitthvað sem hægt er að ræða alveg fram og tilbaka. En ég held að, og þar getum við verið sammála, þó við komum sannlega úr ólíkum áttum hvað varðar, þú veist, bæði bara svona pólitísku hugmyndafræði og þú veist, hagvöxt og hægri vinstri og allt það, að ég held að á næstu árum, þú veist, þegar börnin mín verða einhvern veginn á þeim aldrei þegar ég var að stíga inn í pólitík, þá held ég að við verðum komið með aðeins annað mat á því hvernig við raunverulega, svona way of life sem mér finnst alltaf vanta svolítið íslenskt, þú veist, lífshættir, en mér finnst það bara ekki fangað eins vel og svona way of life, þú veist, hvernig metum við raunverulega það, þú veist, hvað er það sem skiptir okkur mestu máli, þú veist, og í hagfræðinni þú veist, hagvöxtur sannarlega svona gagnadrifin niðurstaða sem að við, þú veist, eigum að horfa til og taka ákvarðanir út frá og svona, en ef það er þannig að samfélagsgerðin einhvern veginn er með þeim hætti að þú veist, hagvöxturinn raunverulega skila sér ekki, þú veist, með einhverjum eðlum hætti sem að síðan hægt að rífast hvað er eðlilegt og hvað ekki, þannig að fólk upplifi það að það sé, þú veist, það sé svona raunverulegu hvati til þess að gera betur og leggja á sig að þú veist, hvað þýðir það fyrir okkur og inn í það sem við getum þá líka kannski rætt bara í næsta þætti að því held að þessi þáttur sé nú að verða ólangur þú veist, að þá ertu náttúrulega svona það sem að, þú veist, segi ég sem sko kapitalisti, þú veist, svona fegurðin í kapitalismannum, þú veist, við getum heldur ekki látið eins og allt það besta að mér finnst við kapitalismann sé ennþá ráðandi í helstu kapitalískum ríkjum, sko. Ég meina, hvað er, þú veist, það er ekki, fegurðin við kapitalismann felst ekki því að þú sért með örfáa einstaklinga sem eru, sko, algjörlega dóminerandi yfir risastóru mörkuðum og í raun mögulega bara dómerandi yfir sko lýðræðislega kjörnum fulltrúum, þú veist, í ríkjum og allt þetta, skilur, það sem að svona
og horfi bara á, þú veist, kaupmannin á hotninu og þetta svona slett aftur svona þetta ownership eða svona agency, þú veist, að hérna, þú veist, við höfum alveg aðeins mist sjónar af því líka og ef að við tökum ekki á því, þú veist, og það er kannski þess vegna sem að ég sem einhvern veginn hægri sinnaður kapitalisti, þú veist, að reyna að setja ykkur svona umræðu á dagskrá er vegna þess að ef við tökum ekki á því, hvernig brýst það út, sko? Hvað kemur þá í staðinn? Þú veist, þá verður bara komið einhver stemming fyrir bara einhverjum byltingum, sko, sem að geta síðan bara fengið, þú veist, slíkan stuðning að mínu mati við töpum öll, sko, þótt þeir sem að vilja sjá þá byltingu verða veruleika, þú veist, laki kannski bara til, sko, þannig að maður finnur, þú veist, ég finn til ábyrgðar út af því, sko. Já, ég bara tengi algjörlega við það og ég ætla reyndar að halda því fram að þegar maður er að tala fyrir sko sín og einhverjum skorðum á einokun og tala fyrir samkeppni og í raun raunverulega frjálsum markaði. Já, sem er forsenda fyrir kapitalismannum, sko. Já, en þá er maður að læra af Bandaríkjunum, ekki Bandaríkjun nútímans, heldur fyrri tíma Bandaríkjuna, bara á 20. öldinni, það var raun ekkert ríki eða engin þjóð, að þetta eru mörg ríki, en þau eru með samræmda reglur. Þau eru með samræmda reglur, þau eru með einn gjaldmiðil og ef að einokuna staða komu upp, eins og gerðist á tíma það sem var kallað sko iðnjöfra á íslensku eða rubber barons að þá bandaríska ríki braut upp slíka einokun. Það skildi líka á milli viðskiptabanka og fjárfestingabanka, gerði hluti, reyndi að læra af reynslunni og var dálítið óhrætt við að stíga inn í ákveðna hluti sem manni líður núna eins og Bandaríkin gerir ekki vegna þess að pólitíkin er orðin svo ótrúlega háð peningum frá þessum stóru sterku aðilum og þá sér maður bara í öllum sínum ófullkomleika að Evrópusambandið er kannski eini aðilinn á bara heimsviðinu sem treystir sér til að takast á við eins og þessi stóru samfélagsmiðla fyrirtæki, eins og þessi stóru tölvufyrirtæki eða símafyrirtæki. En þau beita sér þá í gegnum sko amerískt ríkisvald, Bandaríkin í að bregðast við og hóta tollum og ýmsu þannig að sko ég held í raun að í þeim skilningi sé Evrópa að vissu leyti að standa vörð bandarískan kapitalisma eins og hann var og það eru greiningar sem sýna að ef að í raun ágóðunum eða svona þessum hagvexti síðustu 30 ára hefði verið ráðstafað eins og hann var ráðstafað 30 árin þar á undan í Bandaríkjunum, þá hefðu sko lægstu 90% fengið svo, já, einmitt, þú veist eiginlega bara allir, fengið svo miklu meira í sín hlut. Á meðan á þessu sama 30 ára tímabili að þá fær millistjættin og þeir sem hafa lægri laun þeir fá svo mikinn lífsgæða auka í Evrópu og ég eftir að hitta þann Íslending sem er til í að sleppa alveg sumarfríinu sínu niður í kannski 1-2 vikur eða fara með fæðingarólofi niður í 2 vikur til þess að hagvöxturinn verða eins og í Bandaríkjunum. Því að sko Nei, svo meira þess að hefur náttúrulega hagvöxtur í Íslandi verið miklu meiri undanfarin meir en áratug sko á Íslandi heldur en Akkurat. Að meðaltali Evrópu sko. En svo þannig við lítum líka í eigin barm þá þurfum við þetta líka að ræða hvernig við útdelum þeim auð. Já. Og hvort það séu fáir og sterkir aðilar sem fái í raun núna allavega síðust árin ótrúlega stóran hluta af því í sinn hlut, hvort að það sé einhvern veginn svolítið yfir tíma að sporðreisa samfélaginu þó að gerist ekki í einum rykk og þannig að áfengi fólk kannski þátt að sem við myndum takast meira á heldur en það getur bara vel verið, við ættum kannski að bjóða upp í þann dans veist það, mestu jöfnuður á Íslandi en að nú þessu dýrikja það er alveg rétt ójöfnuður eignamein hefur aukist meira ég er stoltur af þessu með jöfnuðin tekjumegin, ég held að það sé mikil styrkur fyrir okkur og félagslegur hreyfarleiki er náttúrulega helstu verðmæti Íslands samfélag sko, að fólk getur flakka á milli tekjustega og Skandinavíu og að stórum hluta Evrópu en
En já, þetta bara spennandi umræða. Ég að fá niðurstöður úr skýrslu sem ég baðum á þingi eignarhald sjávarútvegsfyrirtæki óskyldum atvinnurekstri. Já. Þannig að aldrei að vita nema að sé eitthvað fóður það til þess að ræða hlutin út frá. What a lockor, segi ég bara. Takk fyrir í dag. Takk fyrir í dag.